náttúrulega bara þessi klassísku dæmi, hvað það sem gerist. Bara flugvélin lendir eða tekur á loft án þess að vera með heimildarturni. Og það þetta flugtak í ranga átt sem bara þverar aðra flugbrautir. Og síðan alltaf keyrt inn á í heimildarleysi. Eða farið inn á öryggissvæði eða menn ganga yfir eða það gefið flugumferðarstjóra að gefa heimild þrátt fyrir að brautin sé upptekin. Og þetta bara, þetta eru dæmi, þessi klassifikarsjón, þetta það sem gerist. Þetta held ég eru dæmi sem við höfum bara séð í gegnum tíðina gerast hér, í öll þessu. Og manni finnst þetta kannski að vera svolítið svona langsótt, en þannig það bara, þetta það sem að gerast. Og eiginlega það náttúrulega bara þannig að þegar maður horfir á þetta, að það svo margir leikendur, þeir eru með svo ólík sjónarhorn. Það var við, til dæmis, sem að flest okkar erum bara að keyra hérna yfir. Síðan náttúrulega flugumferðarstjórinn, hann með annað sjónarhorn á þetta. Síðan það flugmaðurinn, sjálfsögðu, hann með allt annað sjónarhorn. Og síðan getur bara verið eitthvað í hönnuninni, þess vegna, sem passar ekki eða þú ert ekki vanur eða hvað það er. Þó að við gerum allt, þó að við séum með alls konar ferla og hitt og þetta, þá það samt í þetta í grunninn, þá það að við erum alltaf að horfa á sama hlutin út frá ólíku sjónarhorni. Það það sem að kannski skapar stundum vandann. Svo það náttúrulega því að fyrst og fremst ég ekki með mikið af flugmönnum hérna og ég sýnist nú engin vera úr turnunum, þannig mér langar kannski að tala við þennan hóp sem situr hér. Veistu, við erum að vinna á brautunum að gera svo ótrúlega marga þætti. Veistu, það hálkuvarnir, það snjóreifunin eins og við vitum. Og bara eftirlit með yfirborðinu og bara uppsetning og viðhald og ljósabúnaður og þannig að við erum svo oft þarna úti í hættunni sem ég var að tala áðan. Aðeins hérna atvikin, þetta eru sem sagt allir vellir. Allir Ísafjarðarvellinir og þið sjáðu þarna á milli ára. Og þetta bara fer jafnt og þétt, eykst aðeins. Og ég ekki segja þetta bara hér sko. Þannig að það virðist vera svolítið stökk þarna 2019 bara mikið fjölgun. Þannig ef við horfum bara til Keflavíkurflugvallar, þá eru það sem af þessu ári komin 8 atvik sem við horfum í. Það voru 10 allt árið í fyrra og ég meina það nú október núna og við höfum erfiða mánuð eftir. Svona veðurfarslega séð og það er svo mikið að gera og við erum mikið út á brautum, þannig að það getur bæst í en vonandi ekki. Það er svo merkilegt að flest atvikin eiga sér rétta stað og það er eitthvað svona bara í heiminum þegar það er bjart, þegar það er gott veður, þegar það er góð skilyrði. Og þetta er bara svolítið en það verða slys þegar það er vont veður og nóttunni. Og þetta er svolítið tengist svolítið umferðinni líka. Þegar það er gott veður og góðar aðstæður, þá miklu meiri hætta á árekstrum á þessum dag. Veistu hvað þessi áfáðatir voru? Já, ég kem bara inn að næsta glæru. En þetta er, eins og ég kannski í þá er alltaf manneskjan. Hún alltaf að horfa á það er gott veður, svona og svona, ég sé og þá hugsum við öðruvísi. Við gerum hlutina öðruvísi. Og þið sjáu það vantar inn á 2019, þið sjáu það eftir glærunni þegar ég kem með hvaða atvik þetta eru. En þá vantar það sem ökumaðurinn, driver, þá eru að minnsta kosti 3 sem eru komin á þessu ári. En það ástæðan fyrir því ekki þarna inni er að þau eru ennþá í vinnslu. Það er ekki búið að loka þeim og þá fóru þau ekki inn í þessa tölfræði. En í gegnum tíðina þá er það þannig að það er flugmaðurinn eða ökumaðurinn sem hefur verið ásakaður í flestu tilfellum. Og þá erum við kannski bara komin á það hvað hefur gerst á þessu ári. Og við höfum svona mappað þetta saman, reynt að staðsetja og svo atvikinn. Og ef við tökum bara þetta fyrsta, þá var það ökutæki og gefið heimild til brautaskoðunar á sama tíma hafði vél flugtölsheimild. Og það var ekki þennan fyrsta. Og þetta númer 2, þá var þetta á svipuðum stað. Þá var þarna flugtak kennsluvélar var í ranga akt.
2023 þá erum við komin hana upp á endan. Ná loftfari ekki inn á braut 28 aðeins að vera með heimild. Og 4 þá er loftfari ekki verið á braut 19 án heimildar. Síðan erum við komin ökutæki ekki við braut án heimildar. Flugtarsheimild gefin áður en nýlend vél hafði vinnt við það. Síðan er 7, það er loftfar fór á brautanum 28 en fór ekki út fyrir stöðun náttúrulega. Og síðan erum við síðasta sem telst vera líka brautar á tróningur og það er einstaklingur innan öryggissvæðis. Þannig lítur þetta út núna. Og athyglisvert að sjá þetta flokka svona út á stöðum líka. Hvað er að gerast hvar. Það gefur okkur náttúrulega einhverjum svona vísbendingar hvað það er sem fara að leggja áherslu á hvar. Og það náttúrulega bara það klassíska. Hvað er það sem gerist? Af hverju? Ef við spyrjum okkur á því. Jú, við getum alltaf sett þarna mannleg mistök. Flugumferðarstjóra og flugmanna og ökumanna og þess að það. Og við erum bara ekki að fara eftir því sem við erum búin að skrifa niður og við eigum að gera, er búið að þjálfa okkur í og allt þetta. Svo til það. Svo er það veðrið, það er alveg að spila inn í. Stundum verða álag og áreiti og við erum að flýta okkur. Þess að kannast við allir það. Og síðan er það bara misskilning, samskipti. Misskilningur okkar á milli. Við erum kannski að ég tek þetta kannski aðeins betur eftir þetta með misskilningin og við gefum okkur hlutina og allt þetta. Einhver leyti tungumálaörðugleikar en ekki samt svo mikið. Nú náttúrulega er komin enska, allir er að tala ensku og þó kannski við gerum það ekki, þá hefur ekki verið mikið tungumálaörðugleika og kannski ekkert sérstaklega. Síðan er þarna röng notkun orðtaka og það kannski tengist aðeins þarna misskilningur. Þekkingarleysi, við ættum alveg að geta farið að útrýma á því. Við erum komin með ökuleyfin er orðin þannig að þar erum við farin að sauma svo vel að þessu og fræðslan verður alltaf betri og betri. Þannig að það er erfitt að segja að sé þekkingarleysi. Það er eitthvað annað kannski. Það er til dæmis bara það að við gleymum okkur eða erum ekki að tala sama máli eða gerum ráð fyrir einhverju öðru eða eitthvað þess að það. Getur alltaf verið einhverju raunkonum. Og svo er það líka bara agaleysi, skortur og öryggismenningu. Við berum ekki virðingu fyrir því að það er öryggismálin sem skipta öllu. Ég er ekki að fulleyra það neitt, ég er bara að segja, það getur alltaf verið. Og svo er það náttúrulega bara þannig að flest, það er oft nefnt þetta Swiss cheese model og þetta Osta model og ég hef ekkert þegar ég heyrt þetta. Þannig er þetta bara sem þetta gerst. Yfirleitt er þetta einhver keðjuverkur. Það er eitthvað eitt sem klikkar, sem orsakar eitthvað annað og síðan bara fer það í gegnum ostinni, svo bara öll götun á ostinni, þangað til eitthvað gerist. Það gefa sig alla varnir. Við lærum eitthvað, við eigum að segja ákveðna hluti þegar við komum á ákveðinn stað til þess að fá leyfi, samt gerum við eitthvað annað, við misskiljum, þannig að við förum í gegnum ostinni þangað til eitthvað gerist. Svo er það nú líka bara þannig að öll erum við manneskjur og við eigum bara misjafna daga. Ekki satt, ég held við getum öll kvittað undir það. Við erum bara misjafnlega upplögð, við sváum misjafnlega vel kvöldið áður eða lendum einhverju smá þurftum að bíða lengi eftir rútunni og vorum pínu pirruð yfir því eða hvernig það var og þetta hefur allt bara áhrif á okkur, hvernig við förum inn í daginn. Það er bara þannig. Hvort við erum búin að borða hann og hvað er blóðsykurinn og allt þetta. Og síðan er það bara ég og þú, sko. Hvernig fungerum við og stundum er það bara einstaklingurinn sjálfur og stundum er það bara samskipti milli mín og þín. Allt þetta hefur áhrif. Og ég ætla aðeins að tala meira mannlega þáttum. Því við getum náttúrulega endalaust bara talið upp hversu mörg atvik, hvar urðu þau, en við verðum að finna leiðir til þess að kannski spyrja okkur hvað það er sem við getum komið meira í veg fyrir. Ég vona þessu sammála og ég held að við með því að horfa aðeins á bara á því hvernig við gerum hlutum í dag, þá getum við komast lengra.
og það er þessi sameiginlegi skilningur. Stundum eru bara samskiptin á milli til dæmis bara okkar og Durdsins bara ekki nægilega skýr. Stundum er það bara þannig. Og við gefum okkur eitthvað og þeir gefa sér eitthvað sem að menn halda að sé. Og þeir hafa stundum sagt það sko að þeir eru í turninn, er bara inni í hlýjunni, uppi og meðan kannski er við að vinna út á braut í vondu veðri, í snjó og það er hlýð og allt aðra aðstæður. Og þá skiptir svo miklu máli að þetta sem við séum að tala skýrt. Vegna þess að bara bakgrunnurinn og allt þetta, hann er bara svo ólíkur. Bakgrunnur þeirra sem er að vinna úti á brautunum og bakgrunnur þeirra sem er þannig. Þeir eru bara að horfa öðruvísi á hlutina, eða svo segjast að þeir starfsmenn, þeir eru bara að horfa kannski öðruvísi á hlutina en við. Þetta skiptir svo miklu máli. Við erum búin að segja það í mörg ár hérna í þessari, hérna hjá okkur, að þeir ættu að taka smá lúnt með okkur á dökkum, snjómiklum kvöldum. Ég er svo algjörlega sammálaður og það er akkurat skilaboðin sem ég menn núna. Að menn verða, við leysum aldrei, náum aldrei árangur með þetta, en menn er alltaf bara við og þið. Þetta verður að vera svona. Og svo getur líka verið að við séum bara náttúrulega mismunandi orðið við sama hlutinn og annað þess háttar og bara einfalt dæmi sem er eins og stendur þarna. Ef við gefum okkur, við fengum leyfi til að fara inn á braut, svo líða einhverju smá, eða erum búin að vera einhverjum samskiptum, svo líða einhverja mínútur þarna og kemur einhverja önnur rödd og þá gefum við okkur að hann viti allar forsögun. En þannig er það stundum ekki. Þannig að ég er svona bara að taka einfalt dæmi til að reyna að útskýra hvað ég á við. Þetta hérna, fundirnir sem hafa verið einhver samskipti þarna og fundir annað þess að þar, milliturn og flugvallarþjónustu, þar höfum við farið yfir atvik og annað þess að þar. Það er alveg skilað árangri. Ég held að við ættum að gera meira af þessu og fara sameiginlega yfir atvik og nýta niðurstöður til að gera betur. Og eins og þú segir, skiptast á aðeins hætta við síkur í sílóinu eftir að deila reynslu heiminum betur. Og ég held að það væri eitthvað sem væri hægt að gera. Síðan er náttúrulega þetta síkilda fræðslu og þjálfun. Við leggjum svo mikla áherslu á hvað má ekki, hvað á að gera og hvað ekki. En við getum alveg hvernig blandað inn í nákvæmlega þessu sem ég var að segja áðan samskiptin, nota betur atvikin, hvað er það sem hefur komið upp á, hvernig getum við nýtt það í þjálfuninni ennþá betur. Til þess að hún sé svona meira spot on, til þess að hún sé raunverulegri og raunhæfari og menn finni sig betur í henni. Og svo líka bara skoða eins og bara endurþjálfunina, því að eitt er að koma í fyrsta skipti og annað síðan bara endurþjálfunin. Þurfum við að breyta henni þá líka. Kannski horfa á hlutina frá öðrum hendur. Þarna er þið lykilaðilar. Af því að ef það heyrist ekkert frá ykkur það hvernig hlutirnir þurfa að vera, þá verður það ekki breytt. Þá breytist ekkert. Og þá erum við alltaf að telja hérna upp ár eftir ár, hversu mörg brautarprófningsatvik urðu. Þannig að fræðslan þarf nefnilega að endurspegla fleiri sjónarhorn og jafnvel bara að taka turninn inn í það. Eins og ég segi, greina orsök til að fyrirbyggja. Hvað er það sem gerðist? Hvað getum við gert? Hvað er það sem ykkur finnst að þurfi að gerast til að breyta? Og fyrst og fremst held ég að séu kannski samskipti og eins og ég segja áðan, við vorum svona menn eiga til að gefa sér hlutina. Svo hafa það alltaf verið svona, en kannski þurfa það ekki að vera svona. Svo er það nú bara með að tilkynna. Kannski nýta þetta betur. Tilkynnið þið inn til dæmis? Eru menn duglegir að því, næstu því atvik? Eða það sem gerðist, eða þess aftar? Það ber alveg rík skylda til að gera það. Og ef við látum ekki vita, þá vitum við aldrei neitt til þess að geta breytt. Ég legg á í öryggismálunum, við leggjum bara mjög mikla áherslu á þetta. Þetta er okkar skylda að tilkynna það sem gerist. Eða það sem næstu því gerist. Því að það er besta leiðin til þess að vinna með. Og svo líka bara ættum við alveg að geta tala saman svona á mannamáli við hvort annað. Eða
mannamáli samt ekki. Af því að það má alveg benda á góðfúslegan haft. Við þurfum kannski að vera betri bara jafnvel í því að hrósa fyrir það sem er vel gert, segja hvað við getum gert betur eða breytt og annað þess háttar. Það má í dag, það mátt ekki hérna í dag. Nei, en í dag má það svo sannarlega og við eigum að gera miklu meira að því að bara segja næsta manni. Ég hefði nú kannski gert þetta svona, eða það væri kannski betra því að það er alltaf hætta á að þetta gerist. Stundum gerir maður bara hlutina í 10 ár alltaf eins af því að enginn sagði mér að gera það hinsegin. Stopparið mun alveg klárlega auka öryggi. En við skulum samt passa okkur á því að tæki, búnaður og allt þetta, hann kemur aldrei í staðinn fyrir þetta mannlega þáttinn og þjálfurinn okkar og okkur sjálf. Þetta er til að hjálpa okkur, fyrst og fremst. Stopparinn er rosalega röðræður. Gallaður. Já, ég hef ekki neina tilkynningu þá. Nei, það er bara að svisast yfir á rautt aftur eða lendir víðan annars staðar. Ég var að taka umræðum stopparinn bara aðeins á eftir. Okay. Mér langar aðeins bara, af því að ég tala alltaf, hvað er ég búin með? 5 mínútur? 10 mínútur. Ég ætlaði að dreifa klukkutíma. Mér langar bara að segja svolítið hvað get ég gert. Ekki bíða eftir einhver annar að gera eitthvað fyrir mig. Þetta er aðeins eftir sem við verðum að horfa á sjálf. Það er vandasamt að takast á við þetta, mjög svo. Og hvern einasta dag þá er hætta á eitthvað að gerast. En við þurfum ekki að gera ráð fyrir alltaf að hlutinni séu alveg eins og þeir eiga að vera og það má alveg breyta. Líka bara að spyrja ef ég sé eitthvað sem er óvenjulegt eða mér finnst ekki verið í lagi. Tilkynna eins og ég sagði. Af því það er bara þannig að þó ég sé að tala við ykkur, þá er þið bara partur af keðju. Þið yngri bara partur af fræðslukeðjunni, þið eru flugvallaþjónustan partur af henni. Síðan er turninn, hann er einn partur. Og þetta er bara einn keðja. Og það er bara þannig að hún verður að vera órjúfanleg. Annars gengur þetta bara aldrei upp. Og þetta má ekki vera við og þið, þetta er þetta bara við. Þetta vitið þið hvað þetta er þarna neðsta? Gildi Ísafía, öryggi, samvinna og þjónusta. Og ég var svolítið stund að melta þessa setningu þannig að við erum öll hluti á góðu ferðalagi. En það er nefnilega nákvæmlega þetta. Það er þessi þjónusta sem við veitum við erum partur af einhverju keðju. Síðan turninn, hann er að aðstoða okkur og við aðstoða hann til þess að farþeginn síðan að getur farið í gott ferðalag. Og við erum bara partur af því. Þannig að ef ég á að enda þetta með einhverju, utan spurningar, þá vil ég aftur ítreka það sem ég er búin að segja kannski gegnum alla fyrirlesturinn eða erindið að við höfum aðeins farið niður í brautaratólningi hér á Keflavík. Hins vegar getum við gert miklu betur bara með því að ræða málin aðeins betur á öðrum forsendum og það er það sem við komum til með að gera núna á næstunni bara núna í haust að taka þau atvik sem hafa komið, setjast niður yfir þau, greina þau betur og ná einhver samtali vegna þess að það er spáð betur hlutina ef við værum ekki að gera það alltaf eins og við gerðum þá heldur aðeins bara tala betur um það. Það er mjög óskil. Aðalega snýst þetta samskipti. Vil ég spyrja? Einhver spyrja? Nei, ég sagði spyrja. Já. Það er þetta English only dæmi okkar að við erum að tjá okkur frá móðurmálum niður ensku. Já. Það er alveg gagnrýnivert og hægt að rökræða það marga vegu. En ef það kemur upp eitthvað flækjustef þá skiptum við rauðsins. Það er þetta brautarátrönningur og runaway safety. Já. Ég finnst það ekki að harmon er alveg rétt saman. Annarkvæmt er þetta brautarátrönningur eða runaway safety. Já, það er alveg rétt hjá þér. Svo er það langar með að vita einstakningin atvik nr. 8
var þetta starfsmaður sem var einhver misskilningur í samskiptum, en var þetta ráðandi einstaklingur sem átti ekki að vera innangirðingar? Eða farþegi. Eða farþegi? Nei, þetta var ekki starfsmaður. Þetta er verktaki? Nei, þetta var smá slökkvörðugur. Nei, það skiptir ekki máli. Þetta var aðili frá hernum, sem var að taka ljósmyndir og hafði fengið leyfi fyrir morgunum til þess að fara og taka ljósmyndir í fylgd. Hann fer aftur, biður aftur að fara síðar daginn, en var þá ekki í fylgd með neinum eða ekki öryggismessi. Þannig að honum var gefið leyfi af því að hann hafði verið þar fyrir morgunum. Þannig menn að gefa sér hlutina að hann hafi þekkt aðstæður. Þetta hljómaði svolítið óljóst vegna þess að ég fór að hugsa býtu, gerir starfsmaður eitthvað svona? Ég hef ekki kynnst því. Gerir aðili svona sem er vanur að vera fluttur allan leið? Já. Það er bara erfitt. En hitt finnst mér vera að það er runway safety og... Runway safety og kannski var ég að fara villast með hugtök, ég veit það ekki. Runway safety í mínu hugtaki flugbrautar öryggi. Já, og brautaráðtráningur partur af því. Hitt væri, hvað heitir það, incursion. Já. Ég alveg sammálaður. Ég var fyrst og fremst að tala kannski hefði þetta bara átt að heita flugbrautar öryggi. Það hefði kannski bara verið nærði. Takk fyrir ábendingunum. Og með enskuna, já, það er alltaf skipt yfir í íslensku, en hins vegar er búið að samþykkja það að ég eigi að vera enska í samskiptum. Það er ekkert mál þegar allt gengur eðlilega, en leið og kemur flækjustig, þá skiptum við yfir í móðunum. Það minnkar áhættu. Fleiri spurningar? Já, Fjóla, ég er hérna eina. Þannig að þetta er svona upplifun, þetta er sko mjög af hennu góða. Þá velti ég fyrir mér spurningunni hérna, þessi þjónustu aðilar og verktakar sem eru að vinna hérna á svæðinu, fá þeir svona hérna fyrirlestur? Nei, við höfum ekki verið svona fyrir þá hingað til, sko. Við erum aðeins að hýsa upp með okkur buxurnar hvað varðar verktakafræðsluna. Þeir náttúrulega, ef þeir ætla að vera að keyra, þá þurfa náttúrulega að taka sín próf, sko. Eða þá þeir eru í fylgd. Við vorum meira, já, hvað ég segja, fyrst þrýfyrir hérna að vinna, sem var ekkert mjög langt síðan. Þá vorum við endalaust með einhverja verktaka. Það voru þetta fleiri þá, það var margbyggunar framkvæmdir og annað, en þá vorum við endalaust með verktaka sem voru að keyra þessu og vorum í vandræði með þá. Það er minna það núna, en þetta er alveg rétt. Við þurfum að auka þar líka, því að þetta eru aðilar sem eru vissulega að keyra og þetta eru líka oft, við skulum ekki gefa okkur að þeir þekki hérna flugvöllin og hafi verið hérna að vinna í 10 ára eða eitthvað svona. Alls ekki. Já, við erum ekki að byrja svona NATO-framkvæmdir og allur sápakki. Jú, það er ýmislegt í gangi. Það lest þetta í blöðunum. Nei, því að svona upplifun, hún er bara af hennu góða og mjög flott hjá okkur. Fleiri? Einina, er búið að greina ástæðuna fyrir þessum aukningu á milli ára, 2018 og 2019? Ég held að því miður þá eigir Reykjavík vinningin. Það er ástæðan? Nei, sko, þar hafa menn verið að vinna, ég er ekki með ástæðuna fyrir því. Nei. En það hefur orðið mikil aukning þar. Og er alveg sérstakt verkefni tengt þessum málum þar í gangi og bæði fræðslu og alls konar. Þannig að menn er að taka því þar fastum tökum. En það þýðir ekki þar með að þó að við séum bara komið 2 færri en allt árið við fyrra, við getum eitthvað slappað af. Það er ekki þar með sagt, sko. Fleiri? Þetta er ræður. Hvað meinar þú? Ef þú ert að koma hérna á Svíra yfir núleið og þú kallar í tölknin, hann gefur þér grænt og það kemur grænt og þú ert við leyfi og það bara kemur rautt á þú komin yfir. Það er í gangi. Þetta er bara, þú hefur 50 sekúndur til þess að fara yfir. Já, það er samt komið fyrir á undan 40 sekúndum. Þá er hann að nota eitthvað annað stað og það getur ruglað kerfinu. Sagði tölknin við mig. Hann sagði við mig, sko, eins og var ég að koma Sierra 2 yfir núleið. Hann gaf mér leyfi yfir, kom grænt. Svo þegar ég kom yfir Echo, þá kom rautt á mig. Þannig að ég stoppaði og kallaði turninn aftur, lét vita að ég var stopp út af stopparanum. Kom grænt, hann sendi mig yfir, sagði svo fyrirgeðu þetta, ég var að hleypa vélinn á 1.9. Þetta var eitthvað... Svissaðist?
Það eina sem ég veit er til dæmis ef það er lófísu bíldi þá geta það bara operita einn í einu. En þeir eiga ekki, þú átt að geta operita. Nei, þetta er ekki rétt. Ef þeir hleypa flugvél inn á 1.9 og búa að gefa ykkur leyfi, þá slökknar á hinu barninu, það kviknar ljósið á þeim. Það er bara einungis ein hreyfing inn á í einu. Þeir geta ekki hleypt inn á tveimur aðilum inn á braut í einu. En við eigum að fara eftir ljósinu, ekki eftir Vitaskuld. Og þess vegna ef það gefa leyfi og svo gefa það leyfi annars staðar sem er þá vitleysa, þeir eiga ekki að gera það. Og þá slökknar, eða raunverulega kviknar á ljósabarinu og verður rautt hjá ykkur aftur og þá er hann að gefa öðrum heimild inn á. Það á hann ekki að gera. Þetta er eitthvað sem þarf að slípa til. Já, þess að segja, þetta er náttúrulega þetta er vinsli á þeim líka, sko. Þetta er það, þetta er allir að venjast þessu, en kerfið er þannig og á því að gera hárrétt að ef það allt í einu logar á okkur rautt ljós og þau eru ekki komin yfir barinn, þá stoppið því. Það er bara hárrétt hjá okkur og kallið í turninn segir hvað er að gerast og þá hefur eitthvað svona gerst. En það á ekki að gerast, ef það búið að gefa ykkur heimild til þess að fara yfir, þá á ekki að gefa strax og eftir flugvélinn á 1.9 og þá lendið í þessu sem er að tala um að slökknar á okkur. Það verður að gefa sér tíma. Hvað er að nota 1.7? Það er bara einn sem fer yfir Það er mjög gott að fá þetta fram. En hann getur opnað inn á 2.8 fyrir þig. Hann getur ekki hægt í sama tíma. Nei, hann getur opnað inn á hinabrautina, ekki? Nei. Jú. Þeir eru ekki okkar utan okkar að stoppa hér. Ekki nema þá. Þetta er allir sér saman. Ég held þetta sé alveg sérfundur, en ég held að fá þetta fram og við getum þá bara tekið þetta lengra ef það vantar upplýsingar. Hann er að koma hérna með nýjar upplýsingar döldi sem ég var nú ekki alveg klár á að það sé hægt að hleypa, slökkva og stoppar á Singurabrautina. Já, það er, já, við höfum séð það, sko. Þeir eru mikið að hleypa yfir Ekko kannski til norðurs og inn á kannski 1.9. Okkur segja þetta sjálfur á því turnum að þeir geti bara að nota ábreyta 1.7. Þá er það að tala um eina braut í einu. Þá er sennilega að tala inn á eina braut, það er til þess að fá ekki brautarátróningin inn á, þá er ekki hægt að opna fleiri í einu. En fólk geta það á Singurabraut og þá verður ekki brautarátróningur á þá braut. Það þarf ekki trafikk. Við látum bara ljósið ráða. Það er þannig sem er, rétt á ykkur. Ljósin ráða alveg út í gerð. Já. Getur þú fengið þetta alveg á kristaltært ef að ég er að fara yfir 0.1 og flugumferðarstjórnin hleypir vél inn á 1.0, getur þá komið rautt á mig? Við erum ekki að tala um lófísu bíldi. Ég er alveg samanlega, þessu umræða hún bara kallar á það að við þurfum bara að fá þetta kristaltært. Getur þú fengið alveg kristaltært? Það má ekki heldur gleyma því að flugumferðarstjóri getur slökkt á þá var sem búin að gefa það heimild, þá getur það kveikt ljósin aftur. Já, en getur við fengið þetta á hreint, hvað er rétt og hvað er rangt í þessu? Já, svona samtali er bara alveg frábært og hefur bara kannski verið að koma fram á það. Takk fyrir þetta. Við förum alltaf til Já, hann getur náttúrulega afturkalla heimildina. Skýrari mynd á það. Ef að ljósið er slökkt, þá máttu keyra yfir. Alveg sama á því hvort það sé að koma. En ef þú komið yfir, þá... Fleiri spurningar? Ég er búinn. Jú, það er alveg búinn. Mér langar bara að það er búið verið umræðin en þegar kóngurinn er inn að brautaskoðan og turninn segir allt opið. Eru þá allir stopparinn í grænir eða? Allir. Þannig að þá er turninn bara þar að fylgjast með kónginum bara á... Þannig að þetta freysir úti. Já, þetta er ekki lengur bara. Þú getur ekki lengur. Þetta er sem sagt, þetta er hægt. Já. Og ef allt sá fyrir. Það er ekkert allt opið. Það tók þetta nefnilega allir til sín, það væri opið fyrir alla þegar hann sagði þetta við kónginn. En það var bara við kónginn. Samskipti. Kóngurabústað, allt opið. Og það skepp á þetta. Þá bara þakka ég fyrir að við ekki fleiri spurningar. Takk fyrir að gefa ykkur tíma.